klukkan orðin 4, það föstudagurinn 1. júní. Herðu, já, það komið júní, maður. Mamma ammali í dag, 60. Pappi líka. Já, alveg ná, pappin ammali 1. júní. Já. Herðu, til hamingju með gamla hundin maður og til hamingju með mömmuðina. Já, takk fyrir það, en það er kannski ekki það sem skiptir máli hér. Mötley Crüe komur á fóninn og já, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Þennan yndislega föstudag. Yes! Við erum með breyttu sniði í dag því að beint á móti mér sitja 2 ljón. Nei. Annar heiti Þú ert búin að taka kúregan, þú ert búin að taka geimururnar, þú ert búin að taka allt. Lestina. Þetta var lélegast. Það? Þetta er langversta. Eins og þið heyrið þá situr Steindi í sínu sæti, ekki í sínu sæti reyndar, hann situr ekki beint á móti mér, ég sit hann situr hliðin á mér. Já, ég sit í gömlum svona leður sófa. Já, inn á félagsheimili? Inn á félagsheimili og ég er að horfa hérna út og það er 20 stiga hiti og sól á Ólafsfirði. Það er 20 stiga. Það er 14 gráður. Þú veist að það er 30 stiga að tala úti. Það er heitt. Jú, það er 100 stiga. Það er ekki 100 stiga hiti en það er glampandi sól og 14 stiga hiti á Ólafsfirði og við erum í beinni þann og já, Rikki G með okkur í dag í staðinn fyrir Egil, vertu velkomin Rikki. Þakka þér fyrir. Hvernig ert þú í blíðunni? Herðu, maður er bara svo óvanur þessu, mér finnst það bara óþægilegt, ég vil bara fá skíin aftur. Já, rigningu, þannig að maður fungeri. Nei, ekki kannski rigningum, bara skíjað, þetta er svona frekar óþægileg sólin. Já, Rikki er með mjög viðkvæma húð, hann er með svona kuldaexem. Þú verður fljótt rauður, Rikki? Mjög fljótt. Mjög fljótt. Já. En Steindi, þú funkar eftir veðrina, þú hlýtur að vera í gír hérna á Ólafsfirði. Já, ég hef aldrei verið betri og við erum stattir hérna í mitt á Ólafsfirði, það er sjómannahelgin, það er alltaf gerast og ég er að ofpeppast, ég er að tjúllast. Þannig að þú voru í stuði í dag? Ég verð bara í einhverju brjálugu stuði en það er nóg að gerast í þessum þætti og svona kannski, já, ber að nefna svona helst. Nei, þetta er ekki helst. Að það eru augljósar staðreyndir í dag og það er svona aðalega gert fyrir Rikka. Oh my god, ég get ekki beðið. Hvenær er bara núna það? Já, sem allra fyrst segi ég. En það er ekki það sem ber hæst í þessum þætti því að við ætlum að fara í kortmyndur frekar, við ætlum að fara í, já, myndur fyrir cash, við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir, við erum með íslensk slúður í dag. Nei, ekki íslensk, það eru sturlaðar, já. Erlend slúður á sínum stað, spurningakeppni, Rikki, ertu með hana? Já, spurningakeppni Rikkarans, hún heldur áfram. Hætt að segja, ekki spurningakeppni Rikkarans, nefn að segja bara spurningakeppni Rikki. Please. Nei, bara spurningakeppni Rikkarans. Gerðu það fyrir okkur. Og hvað er þema í dag? King of Sea. Það er sjómannahelgin. Já, auðvitað. Vel gert þetta að tengja það. Já, það er mjög vel, það er góð tenging og auðvitað. Þetta verður mjög skemmtileg viðureign. Þetta er keppnin sem við viljum vinna. Já, auðvitað. Ég lít upp til sjómanna, afi minn var sjómaður, bróðir hans pappa, tengdapappi minn, það er fullt af sjómönnum í kringum mig og það er press á mér í dag. Ég ætla ekki að reyna að vera leiðilegur, Steindi, þú verður sóttur eftir 48 tíma á þyrlu og verður að sjá, sko. Já, á 0-1. Ég ætla að viðurkenna, ég hef verið sjóveikur á leiðin til Eyja í Herjólfi. Sko, í kringum mig, pappi og britsari, afi, sölumar, það er ekki mikil sjómennska í minna hætti, við hugsa út í það núna. Veitu hvað minnur, var hann bara, hvað, atunum var í brits, eða? Já, hann er rosa góður, en nei, hann er flugvirki. Já, hann er enda svona ekkert langt frá sjómennsku, svo sem. Britsi er nærði, sko. Svo ætla að vera hver er líklegastur og svo er eitt liður sem ég er mjög peppaði fyrir því að þetta er eitthvað sem við förum bara í út á landi, þurfum við verið með þáttinn út á landi og það er dagskrárliðurinn Sannleikan eða Kontor. Já, þetta er svona eitthvað sem hún tengir rosalega mikið við einhvers konar sumarbústaði eða þetta er... Já, mikið í þessu á Sauðárkróki þegar við erum yngri. Já, nákvæmlega, það er svona út á landi. Er ekki Sannleikurinn á Kontor svona bara að fara í slella það? Nei, akkur heldur þetta? Jú, við ætlum að sitja hérna 3 í útsendingu á Ólafsfirði og fara í sleik við hvern annan. Þú ert að tala um ABC þarna, Þú ert að tala um ABC. Er 1 mínúti í helvíti. A er að kissa munnin. Nei, A er að kissa kinnina, B er að kissa munnin, C er slelli. Ég rugglaðist. Já, þú ert að rugglaðist, málega. Svo er þetta þegar skoðum við fjölbraut og hentum að stundum í D. En það skiptir ekki máli. Málega er að sannleikurinn að Kontor er þannig ekki. Ég spyr þig, sannleikurinn að Kontor, þú segir sannleikan, þá þarf ég að spyrja spurningu og þú verður að segja sannleikan. Ef þú segir Kontor, þá getur við manað þig í eitthvað. Já, basically man. Hefur aldrei farið í sannleikan að Kontor? Nei, aldrei. Í alvöru? Ekki ABC heldur. Varstu bara í ABC? Hvað, varstu þá bara einu myndi helviti með pappa hann einhvers staðar? Það er ekki lagi með þig. Hvað varstu að gera? Hann á ammali í dag, Steindi. Já, það eru til lukku með gamla kallinn. Þetta verður frábær þáttur til hamingju pappas Rikka. Já, bara herru, pappi henni snillingur, hann hjálpaði mig þegar ég voru að flytja og svona, hann að ég óskalum innilega til hamingju með daginn og svo ég veit að mamma er að hlusta núna á Tenerife og hún er 60 í dag og mamma dýrkaði til hamingju með daginn. En veit ég, maður spyrja hennu, þegar hann var að hjálpa að flytja pappas Rikka, fóruðu eitthvað, tókstu mínúti í skápnum með honum? Nei, þess vegna finnst mér þetta svo skrítið, við fórum í ABC, ég ætla að fara þetta Rikka líka. Hvað, halló, lattis ykkur með við með þetta? Jesus. Nei, ok, segðu mér satt Rikki, mér finnst þetta svo skrítið. Já.
Þú er aldrei farið í sannleikana kontor. Nei. Aldrei farið í ABC. Nei. Hefur þú farið í mínúti helviti? Nei. Hefur þú farið í 1 krónu? Já. Bara svona. Þú ert að snerta á Og bara staurinn. feluleiki, þú hefur farið í einhver Já, leiki. já. Varstu aldrei inn í svona kissuleiki með stelpunum með eitthvað? Nei, ég var yfirleitt aldrei myndalegur eitthvað þannig. Mér var Nei, ekki þú ert boðið ekki verið myndalug til að fara í þessa leiki, sko. Nei, ég var einhvern veginn ekkert að fungera þannig, sko. Ég var alveg búin á fótboltavelli eða eitthvað annað, sko. Hvað ertu gamall þegar þú ferðið þinn fyrsta slella? Hvað er í hjá Jóni Ársæli? Nei, Er ekki FM 95 blöð eða? Þetta er svo forundur, mér finnst bara svo skrítið. Ég held að flestir hlustendur, og kannski er þetta að spyrja á Twitter, ég held að flestir hlustendur hafa einhvern veginn að fara í eina, kannski ekki einu, ég er ekki að meina sko, krónu. ekki í dag. Ég held að þetta sé öðris í dag. Þetta er bara gone viral. Við erum sko núna þetta voru tímandi þegar þú fóst út og hitti krakkan í hverfinu eða Hvað varst þú að hendi í ABC? Ég var að henda í ABC. Já. Ég hendi alltaf í C sko. Já. En ég fekk alltaf bara A. Er það? Já. Varst í vesenni í þessu? Já, svona ég var svona eins og Rikki, ég var nú ekkert svona ég var ekkert myndalustur í bekknum sko. En það var rosalega gaman ef þú náður einhverjar í sætri og hún sagði C. Þá varst þið góðum málum. Nú sætri, hvað er Ted Bundy? Nei, þetta er eltingarleiku vittlisingur þetta eru krakkar. Býtu, ok, nú ert að ert í eltingarleiku, hún klukkar og færð þú svo að velja hvað. Nei, þú segir A, B eða C, þá segir þú Við verðum með allir 3 úti núna að hlaupa og ég myndi ná þér og ég næði klukkaði klukk, A, B eða C. Þá ertu að segja A, B eða C. A fyrir kossakinnina, B fyrir kossamunnin og C fyrir sleik. Ég var enda til að prófa að leik með ykkur í kvöld. Nei, við erum 3 Ég ætla að fara að gera þetta ekki þú er aldrei farið í þetta, við förum í þetta. Sittar kannski FM 95 blósnappið. En eins og þið heyrið, kæru hlustendur, við erum í stuði, vonandi þið líka. Ég var að frétta það, skýta við fyrir sunnan sko. Ó, leiðilegt. Já, það er skellur fyrir fólki fyrir sunnan. En við erum með sól úti og sól í hjarta og við ætlum að reyna að skemmta ykkur í, svona cirka 2 tíma. Þú varst nú að vinna mikið með græna pókan, samt ekki? Hvað er í glæði með þið? Ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 í beinni útsendingu frá Ólafsfirði í dag. Við höfum Blöndal, Rikki G og Steindi Junior með okkur til 6. Kosta til Ólafsfjörður. Já, kosta til, var endur einhver að senda mér að væri ágætisveður fyrir sunnan líka. Nú? Það væri bara eitthvað bull í okkur. Já, ok. Það er eitthvað brjálæðir hérna. En það er komið tími á slúður hér í FM 95 blöðum og ekki íslenskt heldur erlend. Brakandi fest erlend slúður. Ertu með gömlu refina í dag? Nei, ég er búin að segja nei við held ég núna í 5 ár Steindi, en ég held að það sé komið tími og gerist upp á þessu bara. Hvað þarf að gerast svo þú hendir í slúður með Kurt Russell? Ég var með slúður með Macaulay Culkin bara reyndar daginn, þannig að getur ekki verið að dæma mig. Takk fyrir það. Já, það var lítið. Já, ég bara gleyma bara takk. Er hann hættur á dælinu eða? Hann leti þvílitt vel út og bara komið gæst og podcast og hann er geggjaður. Hann er í toppmálum. Ég ætla að byrja slúðrið á Kanye West, en hann er að senda frá sér nýja plötu og á 50-skvöldi fengur nokkru vel valdir að svona heyra nýjustu plötun hans. Hann er alltaf með vist eitthvað svona partí og það sem að fólk bara heyra og þar er hann meðal annars að fjalla hvernig hann og eiginkonu sín að rífast. Hvernig hún brást við þegar hann lísti yfir að þrældómur væri val. Þetta er svo þreytt sko. Það er ekki þetta í töffaran strax maður. Nei, það er engin töffaran Elskar hróka Steinda. Nei, það er engin hróka þetta. Mér bara, sko, ég elska Kanye West. Já, ég ætti að vera fan. Já, nei, ég elska Kanye West. Ég er ekki bara að fá að hlusta plötuna, en ég er bara að lesa hún sér góð. Lesum hún og ég er mjög spenntur að hlusta á hana, en þetta er það sem ég þól ekki. Sam og Jay-Z og Beyoncé gerum daginn. Akkur vesenni. Ég meina, akkur ræðaðu ekki bara málinn heima sér? Akkur þurfa að vera að búa til lög og myndbönd og heilu bíómyndaður þetta? Ég skil það, getur þú útskilt það fyrir mig? Get ég? Já. Nei, ég er bara eitthvað sköllóttu drúður hérna á Ólafsfirði. Já, þetta er bara eins og ég væri bara nýbúin að rífast hérna Sigrúnu heima og ég væri bara Ólafsfirði að skjóta nýtt vídeo hérna. Það er bara að sjá hvað ég er að hugsa í kvöld. Það lása þessu minnætti. Ég verð að taka það söndi með Steinda. Akkur finnst manni svona sem mann myndi ekki treysta Kanye West til þess að smyrja fyrir þessu samlóku? Jú, Kanye, hann er algjör snillingur á mínum mati og hann er sveimhugi. Málega er að hann er satt bara. En hversu leiðilegur er hann? Mér finnst það skemmtur, ég fíla hann. Hann tekur upp að það gera alltaf mjög furðulega hluti. En hann meina kannski ekki slæmt með því, sko. Ég er ekki alveg þarna, ég er ekki samastæður ekki. En hann fjallar líka ástarmál mákonu sinna, Khloe Kardashian og framíhald kærasta hennar Tristan Thompson. Ok, hann er að taka upp hanskan fyrir fjölskylduna. Já, þetta getur verið áhugaverð plata.
Sveið með þá. Og það crime scene, sem sagt coverið á plötunni crime scene Whitney Houston, baðherbyggið, fræga. Já. Keypti það sérstaklega. Hann keypti myndina og það coverið á plötunni hans. Það þetta rosalegt. Og svo það, Justin Theroux, veit hvað það Ekki Það hugmynd. var með Jennifer Aniston. hárrétt hjá þér. Leikarinn sem var með Jennifer Aniston, en þau eru skilin eða hætt saman og hann verið, hvað? Hver þetta? Hvað? Justin Theroux, þetta Justin Theroux? Góð leikari, mjög góð leikari. Já, ok, nefni eina mynd sem verður í. Eina. Ég meina, hann leik til dæmis í Parks and Recreation og mjög fyndin karakter þar, hann var löffræðingur sem byrjaði með Amy Poehler. Já, ok, flott. En hann var að skilja, já. Hann var að skilja við, þú veist hvað Jennifer Aniston er. Helviti góðu móli hér, og hvert fer hann? Góðu móli. Hann sem sagt að njóta þess að vera einhleipur og menn vilja meina að hann sé eitthvað að byrja með henni Emma Stone leikonu sem er reyndar eina mínum uppáls. Hann er á dælunni pottitt. Hann er 100% komin á dæluna. Akkur Hann lítur þvílíkt vel út hérna, sér. Má ég sjá hann? Já, bara Er þetta hann? Já, myndalegu maður. Svona 10 sinni myndalegu þú, eða 10.000 sinnum. Hann er Og alltaf ekki 8,2 á góðum degi. Ég get lofað því. sko, hann er myndalegu þú á dælunni. Þannig að þú ert ekki að Hvenær áhyggjur koma af þessi góðu dagar? Ég býði þessum 8,2 á góðum degi. Já, ég er ekki að það góðan dag í dag, ég veit ekki hérna. Ég myndi segja í dag væri ég 6,5 í dag. Allavega, þá er hann svona, það er verið að tala um það í fjölmiðlum að hann sé bara eftirsóttasti piparsveitin í Hollywood í dag. Já, Skil það vel. Og þær eru bara allar á eftir hann. Nó að hvað gera. er að gerast þetta? Ég verði aðeins að taka upp hanskan fyrir steinda þarna. Ég myndi nú ekki halda að Justin Theroux væri bara eftirsóttasti piparsveit landsins, eða Hvað Bandaríkjanna. meinar Mjög myndalur. Já, slakað á, Riki. Herðu, svo er það síðasta slúðrið og það er af fyrrverandi konu Sylvester Stallone, Bridget Nielsen. Danska. Já, hún er 55 ára og kas ólétt. Já, Já, hún á von á sínu 5. barni. ánæði með hana. Já, þetta er endar rándýrt sko. En fyrir á Nielsen 4 stráka, svo yngst er 23 ára, Já. svo elst er 34 og því aðeins 5 árum yngri en eiginmaðurinn hennar. Ok, þetta er eitthvað Þetta svona bold, hljómaði- þetta er eitthvað bold in the beautiful Ég dæmi. er sko. bara þetta hljóma eins og ég er afi minn lagið þetta með latta. Ég skildi ekki neitt. Býttu hvað minnum? Er það strákur sem er að fæðast? Hún var Hún er 55 ára, Hún er verkefnum spart. hún er bara cougar, búin Já. að ná sér eitt 39 ára, Já, en á strák sem er 34 ára. já. Þannig að þeir eru bara svipum aldrei. Hún Já, þessi gerir hún þetta leikir á- eitthvað Rocky myndið ekki. Jó, Rocky 5. Já. Rocky 5. Já, hún var gift Sylvester Stallone í tæp 2 ár. Já, já. Þannig að Beverly við Hills Cop. óskum henni bara einu til að hamingju og það er, 54, ég held að, hvað er, Ég meina, ég er 33 ára og ég myndi ekki treysta mig til þess að eignast barn í dag. Ég get ekki gengið með barn. Ég með líka má við nýraðan mann. Já, Hún er þannig. 50. Já, þá er ég að tala með að ég myndi spekla þetta og ég þyrst að ganga með barni. Hún er 55 ára. þú átt nú bara erfitt með að ganga með mjölkupátt. Já, bara er það að ganga yfir götu. Það var að tíja sig eitthvað í bílnum á hann og vorum að keyra, grenjaði allan tíman. Ég er alltaf Alltaf væli ég komið í slæmur í bakinu og öxlinni. öxlinni Ég og... með smá takk í bakinu, ég slæmur í öxlinni. Ertu mestu vælikjói landsins? Ég myndi ekki segja að ég var að væla mikið yfir því, sko. Nei, hvað varstu að gera í bílnum? Já, ég vældi aðeins þá, ég var svona, Steindór, þú ert allavega ekki en athlete. Ég get allavega ekki gengið við barn akkurat núna, það er bara svo leiðis. Svo í lokin, þá ætla ég að óska Garðari Gunnlaugs og kærustu hans til hamingju með, erfingjan, hann var að eignast barn líka því ég var að sjá hérna á Instagram. Já, já. Hann heldur á nýja barninu, þetta rándýrmynd, ber og ofan og illa svalur, með tattúin úti. Þannig að óskum honum til hamingju. Já, ég ætla að taka upp hanskan, hann þarf að vera að byrja á hann. Já, ég sammála. Þú þarft ekki að vera að bera Jú. ofan út. Jú, þegar þú ert nýbúin einhvers barn, þá þarfst að vera að Það byrja á þarf hann. að vera Berón. Ég þurfti líka að vera að byrja á hann. Þú meinar? Ég fekk dóttir mín í fangi Berón. Já, þú verður að vera að byrja á hann. Ok, þannig að konu ólétt þá þurfum menn að koma sér í stand En upp við á getum- myndina. Já, sko, Nei, alls ekki. sko, ef þú Ég var þyrftir ekki í góðu standi. ef þú þyrftir ekki að vera að byrja á hann, þá væri hann hvort þið er samt byrja ofan, en hann Við þarf að vera að byrja á hann. innilega til hamingju, þetta var slúður pakki dagsins, við skulum henda í örstuðar auglýsingar og svo fyrir við, hvort myndur frekar. FM 95 Blöð alla föstudaga. Sumarfögnuður hverfisbarsins. Föstudagurinn 1. júní, Valdimar. Laugardagur 2. júní, SS Soul. Frýttinn alla helgina í boði Víking, Léttöl. Sjáumst á hverfisbarnum. Núna getur þú sótt framhaldsnám við Háskólann á Akureyri. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Kynntu þér framhaldsnám á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Er uppáhaldsskáldið þitt Bónas Hallgrímsson? Þá er Sónax eitthvað fyrir þig. Sónax með bón á heilanum í yfir 40 ár. Húsið þitt á skilið að fá alvöru íslenska útimálingu. Það er það verðmætasta sem þú átt.
eða næst verðmætasta ef þú telur fjölskyldunum með, hún náttúrulega best. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. N1 Ísland. Eini landsleikurinn þar sem að allir fá miða. 200.000 stimpilgjafir og vinningar. Áfram Ísland. N1. Alltaf til staðar. Létt kolsýrt íslenskt vatn. Hreint bragð úr ávöxtum. Náðu þér í náttúru með Aldin vatninu Ava. Það magnað hverju góður bolli getur breytt. Te og kaffi. Fórstu með hundinn í göngutúr í morgun? Vel gert. Toppur. Fiskur dagsins. Bryggjan brugghús. Spriklandi fersk. Prófaðu nýja Street Foods. Kryddblanda, vefjur, grænmetiskrydd. Tilbúið á 20 mínútum. Santa Maria. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitness. Fight the world, I fight you, I fight myself. Kæru vinir, þér að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Við erum í tjúllöfgýr. Það einhvern veginn mikill meðbyr með rókin í bakinu. Við langar að borða húpa og drekka Egils appelsín. Nei, svona á að opna þetta. Við erum svona stuði. Það var trukkur að bakka með glænýri FM tónlist. Meðbyr. Þetta mögulega versta kynning sem þú tekið Steinþór. Þetta mjög versta sem ég heit. Þið heyrðu það bakkin. Já, en alltaf nei, það ekkert verið þegar Egill opnar. Já, reyndar. Það ekki hægt að toppa. Nei, hann með vestu Hann búin að vera í útvarpinu hvað, örugglega hátt í 10 ár og hann bara getur ekki opnað. Hann með vestu innkomuna. Þessi var hræðileg. Herri, við þurfum að heyri honum eftir bæði. Já, ég ætla að reyna að bjarga þessu með því að ég hoppa í hvort myndur frekar. Já! Og ég sé þann dagskrálið í dag. Ok. Ég held með þess að sjóru svolítið síðan ég var með hann. Var ég með hann síðast? Nei, það svolítið síðan. Hann búin að vera í pásu. Hann að dreifu svo svolítið. Já. Og ég er með 3 spurningar eins og alltaf og drengirnir, segja mig hvort það myndir frekar gera. Ég ætla að byrja á einni bara svona laufléttri og þægilegri handa ykkur og hún hljómar svona. Hvort myndir frekar aldrei aftur vera fastur í umferð eða aldrei aftur fá kvef? Sko, ég smá kvefaður núna og það, ég að bilast á því, sko. Ég er að fá í fyrsta skipti helvits frjókornana við. Já. Aldrei verið með? Já, ég ónæmur með seggur líka og... Ertu ónæmur með seggur? Já. Nú, með hverju ertu ónæmur, fyrir hverju ertu ónæmur með? Bara hundum, hestum, köttum, ef ég borðað mikið hveiti. Hvað er þetta bara með ónæmur fyrir öllum dýrum? Nei, ekki öll, þessum dýrum. Þú getur ekki fara út að ríða það? Nei, já, ég var að fatta að nei, ég geti það ekki nema ég tækja ónæmistöfli, ég náttúrulega á ónæmislifjum. Þannig að ef ég myndi tróða framan í núna kettling og nutt honum upp við andlitið á þér sem væri bara frekar výrt en já það margir í því já, ég fengi ónæmi já, þú bara hálsinn lokast og ég bara hnerra, bara myndi stíklast ekkert eitthvað svona bráða nei þetta ekkert eitthvað Pulp Fiction þetta er bara óþægilegt en ég samt fengi bráða ónæmi áður nú, fyrir hverju var það? Þá borðaði ég eitthvað á Hotel Örk fyndin saga getur ekki bara verið að borða yfir? Nei, það var ekki þannig en þá fekk ég bráðanum og ég keyrði á Selfoss og stoppaði að lögga mig að ég var að keyra hratt af því ég held ég var að deyja og þeir skuttluðu mig beint og það mátti nú bara ekki miklu muna nú, í alveg það voru að lokast fyrir kokið og Sverrir Bergman gengur með svona sprautu á sér já, Sverrir Bergman Bubble Boy hann mónað með fyrir öllu sko. Já, ég búin að biðja margótt að fá að prófa hana sko. Prófa pennan? Já, prófa að sprauta pennanum í mig hann vill ekki leiða með það Adrenalinpenni já. En herðu, hvort myndið frekar? Ég að taka það er aldrei að reyndar það er ekki svo mikil umferð á Íslandi svo ég kortið alltaf ég vilt með kvef en er eitthvað sem ég hata í þessu lífi það er að vera í umferð þannig ég ætla að taka umferðina já, sko, en þú getur nýtt tíman þar þú getur einhvern veginn farið yfir hlutina og ég ætla að segja kvefið það er ekkert leiðilega að vera kvefað farið hvað ert í símanum þá? Nei, þá ertu bara að fara yfir hluti og pæla og upp í hausnum bara nýtt tíman einhvern veginn en sko, kvefið er óþolandi að þú far kvef, þá ertu með kvefið 2 vikur, kannski 3 þú far ekki kvefið 2 daga ég er með road rage, ég hata að menn gef ekki stefnir og svona, þannig að ég tek það það eru ekki sammála drengirnir en þá er það næsta spurning og ég ákvað að tengja þessa svolítið við Ólafsfjörð því að nú er svona smábæ
og þetta svona, það þekktur og ferður svona út á land í svona bæi eins og Ólafsfjörðu og Sauðárkrók eða eitthvað, að þú vorst að passa rosalega vel í æsku hvað þú gerir og segir því annars getur þú fengið á þau nafn. Þetta er líka í Vestmannum og það allir með svona nickname. Allir í Mosó eru með nickname. Eina pappakassi, Siggi þetta og Siggi hitt og eitthvað. Þannig að ég ætla að leika mig með 2 nöfnina og ég spyr ykkur, hvort myndu þið frekar viljið vera að kalla þér Rikki eða Steindi Skítur eða Rikki eða Steindi Svitakirtill, það sem eftir er? Já, sko, það var nú eitt kallaði Skíturinn í Mosó, sko. Hræðilegt nick. Já, þetta er skelfilegt. Þetta eru 2 mjög vondir málmöguleikar. Svitakirtillin er hræðilegt líka því að það basically allir bara á sért ánganda svitakirtill. Já, og yfirleitt er þetta svona nick sem þú færi sko, segjum að Rikki, sem að þú hafið einhvern tíma svitnað hérna að þú væri myndið bútalandi og þetta þarf ekkert út á landið, líka í Reykjavík sko. Já, en samt þetta er minna. Þetta pestist ekki mikið við þið bara hjá öllum. Nei, ég mitt og oft fyrir þetta sko með þess að yfir á börnin þau taka við nikkinu. Nei. Jú. Nei. Jú, ég er ekki að þetta er eitthvað rugglaður. Það er þannig. Ok, þannig að Gauðin sem að verið Mosó sem var kallaði Skítur og það bara sonur hans líka sem að það verið bara Guðni Skítur, pappans Rikka. Og svo myndi að leikast einhvern Helga. Þá er það bara Helgi Skítur og svo myndi Helgi sonur hans myndi Steindi rólegur. Eina dóttir sem heitir Guðrún, þá var það Guðrún Skítur. Jú, þá er þetta bara skítafjölskyldan. Jú, veist það, nú er ég að segja þetta. Ég hef aldrei heyrt þetta. Ef þú fær nick, þá sko það erfist sko. Það er pappi að kallaði Kiddi Krókódíll, ekki ég auðvitað Krókódíll. Jú, núna. Þú ert Krókódíll. Það er enda grjóthart nickname að vera að kallaði Kiddi Krókódíll. Já, þú ert ekkert að fela það, þú vilt vera Krókódíll. En ég þurfti að taka Skítur. Frekar hann Svitakirtillinn. Já. Akkur? Af því að þú veist, ég get allavega falið með hans betur á bak við Skítinn. Akkur ertu að kallaði Rikki Skítur? Ég bara, þú veist, ég er alltaf Bara hvað? Ég er alltaf Skítur. Herru, förum hérna. Ætlar hann að fela það? Herru, förum hérna. Það fengið skít á peysuna. Herru, förum í næsta. Treftu mig ekki. Nei, sko. Við erum góður. Þetta var mjög góð útskýring hjá Rikka. Þetta er frekar að taka Skítinn. bara hræðilegt. Ég sko, málið það er í Mosó, það er Skítur. Steindi Svitakirtill í alvörunni. Það er eitt til dæmis sko, við erum með Drulla, við erum með Skítinn, við erum með fullt af mörgum í Mosó. Og þeir hafa gott og ég sko, mér finnst meira flippið í. Það segir meira svona, já ok, hann hefur greinilega einhvern tíma skitið eitthvað, eða þú veist. Já. En kirtillinn sko, þá ertu bara svona alltaf með svitafílu og... Þannig að þið báðu Skítur. Já, við tökum Skítinn. Þá er það þriðja og síðasta, hvort mynduð frekar henda í gamla góða græna nammipokan einu sinni eða aldrei mega fara aftur erlendis? Já. Ok, þetta er Býttu, fá sér bland í póka. Rikki, nefnum við please að hætta að vera svona barnalegur. Hann er að tala pokatótt sko. Hvort mynduð hendi græna nammipokan einu sinni Rikki, man up. Eða aldrei aftur fara erlendis? Sko, þetta er... Nei, býttu. Rikki, hættu þessu. Við erum að tala þetta er saman að... Takk þetta kassa, Rikki, og svaraði. Þetta er að setja nammipoka á félagann og einhverjum og svo ertu eitthvað að flippa. Er ekki í lagi með ykkur? Það er að því. Hvort mynduð frekar? Nei. Sko... Það tala um að ég sé veikur í þessu. Þetta er mjög erfitt sko. Já. Þetta mjög erfitt? Fara aldrei aftur erlendis? Það skella sig að gera það. Já, og hvað, henda grænum póka á eitthvað og gæja það? Rikki. Nei, þetta er bara ógeðslega sem ég heyrt. Ekki láta svo að hafa ekki einhvern tíma að gert það. Flippariðin á það. Þú ert flippari. Þetta flokkast sem flipp ef það er póki að milli. Steindi. Hvort þetta var að taka Steindi? Ég, sko, málið það, lífið snýst minningar. Já. Það er eina sem það snýst held ég, að þú þurfi nú að reyna að safna þeim og útlönd spila stóra þátt. Ég er hann rauður í framan. Já, þú ert að svitna bakinu. Í hver er ég einna, sko. Fyrir utan það, þó þú sett gagginöður, þá er ekki að því að henda í eitt póka. Rikki, þetta er bara... Þetta er ekki flip. Málið það, þetta er flip sem þetta er svona eftirpartis flip. Þetta er létt, þetta er grænið það ekki. Ég mun aldrei fá mér bland í póka aftur. Ég hugsa ég myndi hendi í græna. Já, það er namibókin. Rikki, hvort eitthvað þú? Mætti ég velja gæjan? Gæjan? Já, ok, þannig að þetta er þannig hér. Já, hvernig myndir þú velja þá? Það verður að vera ykkur Íslendingur. Nei, ég ætla aldrei að fara aftur erlendis. Rikki, ég ætla aldrei að fara aftur erlendis. Hvað? Fordómar? Ekki fordómar?
fordómar. Þetta er ekki fordómar, þetta er bara ógeðslegt. Hvað? Ég ætla ekki að segja þetta sem við vorum að segja. Þetta er ógeðslegasta orðið líka sem ég heyrt á ævinni. Hvað ertu að tala um? Það sem þú sagðir áðan. Ég sagði ekki, nei, hvað er þetta? Ég ætla ekki að segja þetta. Að henda græna namibókunum á félaga. Herru, förum í lagað eitthvað. Við vorum að stríða þér ekki. Þú ætlar að velja kallmann. Nei. Það hlusta á FM 95 Blöð á FM 957. Það er föstudagur í dag, það er 1. júní, það er komin júnímánuður og við erum hér í góðu yfirlæti á Ólafsfirði strákarnir í 24 stiga hita, heiðskýrt, sól. Það er 100 stiga hiti. Það er alltaf að hækka hitan. Þetta er bara geggjað. Já, ok. Það er sjómannahelgin. Svo byrjil, það er allavega, já, það er svo 32 gráður í skjóli. Í fálsælu, já. Það er þannig. Það er þetta mér fyndið að þið skulle báðu vera að ljúga hérna hitan því að Rikki G er lélegasti leikari Íslands. Já, sko, með hvað, sko, ég sá... Það tala um hérna, satt eða logið. Já, sástu það, Steindi? Já, ég sá það, þetta var á vísindaginn. Þetta var, Rikki, þetta var ótrúlegt. Þetta er lélegasta sem ég séð í þættinum frá upphafi. Og það er talandi það er satt eða logið í kvöld, fínt að minna á þáttinn. En ef ég má aðeins taka við þetta var ekki alveg beint auðveldasta varan til þess að selja. Þetta var bara svo illa gert, já. Illa gert, ég ætla að gera þetta á staðunum. Þú þekkir mig, við höngum saman á staðlega, heldur ég hef ekki sagt þér að ég ætla að fara að DJ fyrir Jay-Z og Beyoncé. Já, svo er rétt að segja hlustundum. Þá var Rikki í Sattið að logið daginn og hann fekk söguna. Ég segir að mér aldrei liðað illa á ævinni ég var að selja eitthvað. En hann fekk söguna að hann var beðinn að DJ-a í, var þetta ammaliðra? Já, þau bara voru í Íslandi. Já, var beðinn að DJ-a en málið það, ég geta gert þetta, ok, ég viðurkenni, ég geta gert það töluvert betur. Ég tala við fólkið hans. Ég geta sagt að ég fór að blanda Jay-Z að ég hitt hann. Rikki, þú sagðir í þættinum orðrétt að Jay-Z hefði spurt þig what's your shit? Þá hann tala um græðuna. Já, þá panikaði ég og fór ég að tala ensku. Átti ég panika og fyrir að tala annan tungumál. Kallar þau græðuna hennar shit? Nei, ég þurfti bara ekki að selja þetta á staðnum og það bara gekk ekki. Fannst þér ekki? Ég Pæli því, pæli hvað þetta er ótrúlega. En pældi, ég fekk langvestu söguna. Ég er búin að horfa á þessa þætti að fekk engin svona hrikalega sögu til þess að selja. Jú, þetta er skemmtileg saga. Jay-Z og Beyoncé voru á Íslandi. Þau voru með partí. En hver eru líkur að Rikki G að vera DJ útlýð hjá þeim? Já, en málið er að þau hefðu kannski viljað fá einhver DJ sem gæti share his whore mouth með þetta gig og komið bara að spila og verið skemmtilegur og hérna spurst fyrir og einhverju sagt bara já við erum einn gæja hann er Rikki, hann er, við þurfum að finna einhver DJ. Ertu ekki sammála því Steindi, hann selti þetta hans betur þá hann alveg geta náð mér. Já, þú hefðir alveg geta náð mér. Hefði ég geta selti þetta hans betur, hvernig átti ég að geta selti þetta betur? Jú, ég átti að DJ fyrir Jay-Z, heldur ég hef ekki verið búin að segja þetta bleið, þú bara píndir mig í 5 mínútur að því þú vissir þetta verið kjaft. Já, en þú hefðir samt geta sagt, skilur, já, ég fekk þetta mail, ég vissi ekki alveg hvort það verið sagt. Ekki reyna að leika úr Einstein, bara gerðu það fyrir mig. Síðan fór ég og hitti umboðsmanninn hans, þú sagði bara, já, þetta er rétt. Jay-Z kom og hitti mig, spurði, what's your shit? Þú varst ekki að tappir inn, sko. Steinþór, ekki reyna þetta. Ok, herru, tjekkum hversu góðu liður þú ert. Ég skal gefa það nýja sögu, bara núna á staðnum. Ertu tilbúin? Já. Segjum þú sér bara að lesa blaðið núna. Og þú myndir lesa, ég hef spilað golf með Tiger Woods. Hvernig myndir þú matræða það? Ég hef spilað golf með Tiger Woods. Já, ok. Hvernig var það? Það var ég var bara rétt við Glasgow, rétt fyrir utan Glasgow og var að spila seint. Herru, þú kemur allir upp orði. Ég var einhvers staðar, ég var kannski bara í Glasgow. Nei, ég var við St. Andrews golfvöllinn, bara rétt við Glasgow, var að spila þar. Ok, hann er nafni á vellinu bara hérna. Old Course. Ok, og en hvað okkur byrjar að spila með Tiger Woods? Það var þannig að ég var bara með koni í Glasgow og ég bara, hún ætlaði að fara að vesla og ég nefndi ekki að fara með henni þannig ég bara skráði mig á golfring kl. 12:20 og allt í einu bara að því þeir vil ekki að maður sé einn í holli sem sagt gæjarnir á vellinum og sem sagt það er verið að fara að nota við skulum bara getur við farið auðlýsingar eitthvað þetta er hæðilegt FM 95 Blöð alla föstudaga. Það er komið nýr matseðill á hamborgarafabrikuna. Stærra kjöt, ódýrari bjór, glænýir shakar, beinlausir kjúklingavangir, kanil, karamellu, pekanhnetusnúður og síðast en ekki síst, nachos a la bomba. Hamborgarafabrikan. Hamborgarastaður allra landsmanna.
Landsleikur N1 er hafinn. Eini landsleikurinn þar sem að allir fá miða. Stimpla, stimpla, vinna, vinna. 200.000 stimpilgjafir og vinningar. Áfram Ísland. N1, alltaf til staðar. Toms skór fyrir alla. Láttu gott af þér leiða. Þú kaupir par og Toms gefur par. Org, gerum eitthvað gott. Kringlum. Og þarftu ekki að snirta garðinn? Hekkklippur og sláttuorð eru á 20% afslætti. Garðpartíð byrjar í Bíkó. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Garðsapotek. Einkarekið apótek yfir 60 ár. Garðsapotek í leiðinni og land allt. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitness. Hér á FM 957 og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Við ætlum að reyna að launa ykkur það með góðum þætti. Ég sagði hér í byrjun þáttar að það væri skíta veður fyrir sunnan því að við erum í beinni útsendingu frá Ólafsfirði. Það rignir yfir mig, já, ég segi nú ekki hatri en það er einhverjum vel pirrað því að það er sól í borginni líka. Það verður að leiðrétta þig. Já, það verður að leiðrétta. Hostile crowd á þeirra? Nei, ég fekk nokkur snöpp og svo var eitthvað á Twitter líka og þannig að það er bara blíða all landgreinlega. Það er gott. Og við fýlum það. Það er bara gott. Já. Það styttist í sannleikana að Kontor sem við förum bara í þurrum út á landi. Ég hef aldrei fengið að taka þátt í því. Nei, það er fyrsta skipta á ævinu sem ég fyrir sannleikana að Kontor. Já, við ætlum að taka sannleikana að Kontor þettinum og svo ætlum við að fara í ABC félagatinn eftir þátt. Já, og svo kannski upp í bústað í 1 mínúti helvítir. Nei, ég er góð. Ferskur. Herðu, er ég að sjá þetta rétt? Það er spurningakefni Rikkarans. Já, ekki segja Rikkarans en einmitt. Að sjálfsögðu er konseptið að því þetta er sjómannahelgi, það er King of Sea. King of Sea, þetta er keppnisstrákar sem við viljum vinna. Já, ekki spurning. Ég er búin að skrifa það. Það voru ekkert gríðalega krassandi þegar spurningarna síðast að þú varst með spurningakefnina. Nei, ég... Og meira bara eitthvað svona allt sem þú hefði gert. Já, það er ekki þannig núna. Það var mjög weird. Við þurfum ekkert að ræða það neitt. En málið það er ekki, ég verði samt að segja þetta því að hérna, ég var að spila svo mikið Fortnite núna, ef ég hef lausa mínútu fyrir Fortnite livestreamaðan daginn og það var fólk sem var að horfa á það var bara að spyrja mig af hverju þú væri að stunda það að setja blautt hey. Herðu, hérna eins og ég sagði, við erum ekkert að ræða þetta, það var bara spurningakennir í síðustu viku. Þetta var þegar hann var úlingur þetta. Var ekki einhvern þannig? Herðu, ég var 17, akkur erum við í rerun eða? Nei, hvað er í gangi? Þetta eldi staðir. Já, herðu, förum í King of Sea. Þetta eru 10 spurningar og við byrjum bara á einni laufléttri. Hefur þú stokkið fram að bryggju ofan í sjó? Já. 70 mínútum? Já, ég með það gert ofta. Ég var ekki eins og með vídeovel, ég bara stökka það. Bara af bryggjunni og bara beint út í það? Já. Var það þarf að vera eldað þannig eftir ránið? Það er stig, þetta er stig. Það er ekki gert það. Já, af bryggju, þú veist. Næ, kannski ekki. Þetta er svolítið kallt, sko. Já, ég gerði það bara í Reykjavík. Við erum, einu skrifin er því að vera alvöru sjómenni það. Númer 2. Hefur þú verið borð á skipi í meir en 3 tíma í einu? Helvítið er þetta krassandi hjá þér. Já, auðvitað. Hvenær? Jöp. 3 tíma? Já, bara Herjólfur sildi í 3,5 frá Þorlákshöfn. Ég er mjög oftar en 3 tíma. Ok. Númer 3. Ekkert mjög oftar en þetta er ég hugsa þetta. En já, ég fór á sjó og hérna ég auðvitað á sveppa og... Þeir eru með fullt úr stiga ennþá. Númer 3. Hefur þú veitt konu sjómanns unað á meðan hann er í túr? Ói, bara hvað er það? Það er það millivegin á sem barnaspurningu sem hún byrjar á þessari ekki, sko? Já, ég meina, þeir eru oft 28 dagar úti og þeir eru oft einmanna og... Já, heldur að það sé það bara auðvitað og steindi, bara partí í bænum, við hlaupandi einhvern veginn með buksundur á hælunum. Nei, ég er bara... Er þetta eitthvað sem þú hefur gert það? Nei. Það með ég er bara að spyrja það er ekki punktur á það. En hefur eitthvað tíma... Það er eitthvað sem ég ætla ekki að taka þátt í. En hefur eitthvað tíma ekki svona... farið í svona leik þar sem þetta á að vera að gerast eða? Nei. Ekki heldur. Þegar konan eitthvað þóst að þú setja á sér. Herðu, við förum í 4. spurningu. Er þetta að fara að snúast aftur í þig þessi keppni? Nei. Eins og síðast. Segð okkur alveg satt. Hefur einhvern tímann bankað hjá konunni og hún segir bara, herðu, maður minn á sjó og þú ert að reyna að selja bækur eða eitthvað og þú er ekkert ekki þannleik. Gerðu það, segðu satt. Herðu, við förum í 4. spurningu. Rikki, þú er búin að vera í svo mörgum hlutur. 4. spurning, hefur þú hægt þér í saltan sjó? Sko, ertu að tala um að kúka? Já.
Það var yfirleitt margir pissað en hefur ekki eftir með töðu. Það er talað að Míga saltan sjó. Já, maður hefur náttúrulega Míga saltan sjó. En að skýti hann, það er rosa, þá ertu basically, sko. Hvað ertu að gera það? Þá ertu hann skipstjóri, sko. Ég hef gert það. Nei, er það? Já, einu sinni. Af hverju og hvenar? Ég var að veiða þarna við Eyrarbakka, það heitir veiða á hrauninu. Það er bara svona sandur og það er svona einu sjó. Nei, ég var ekki að það, þetta er bara við Eyrarbakka og þar. Og þetta er að veiðum þar? Ég var að veiða þar. Og hvað, fórstu von í sjóin? Nei, ég bara svona aðeins, eins og segir mig, var bara að mála, var ekki klósett og ég vildi ekki gera þetta bara í sandinn, þannig ég fór bara aðeins út í og hérna, já. Hvernig það? Ekki skrítið það? Nei, það er bara voðalega eðlilegt, sko. Stóðstu það bara svona standandi með sjóin upp á bringu? Það er ekki að útskýra þetta neitt. Jú, við erum actually forritin. Ég er mjög forritin, ertu það bara standandi í köldu sjó með vatni upp á bringu? Já, ekkert upp á bringu, Steinþór. Ég fór bara rétt aðeins út í og ég bara gerði það þar. Ok, ég hef ekki gert það. Varstu ekki hrættur að væri bara myndi fljóta einhvern meður utan í þig og vera þar? Var öldugangur? Jú, það var öldugangur. Hvert fór hann? Akkur varstu ekki inn í runna? Er þetta spurningakeppnin mín eða ykkar? Þetta bara hljóma förður. Fyrst þú punktarnast enda það? Nei, alls ekki. Ég skil ekki aðstæðana sem ég ætti að kúka í sjóin. En eins og, sko, hann hefur náttúrulega prófað sjómannahlutverkleikinn, hann hefur kúkað í sjóin, við erum bara komnið saman síðast, hann er bara að spyrja ykkur sem hann hefur gert, sko. Þá förum við í 5. Hefurðu beinhreinsa fisk sjálfur? Beinhreinsaðan? Já. Ég rista brauð, sko. Ég var með að panta pítsu, sko, nei, við höfum aldrei gert það. Nei. Ég myndi líka bara ekki treysta neinin til að borða fisk sem ég hef átt að, hvað sagður, beinhreinsa. Já, nei. Hreinsa beinur. Þeir eru með 0 stig í síðustu 3 spurningum, þetta er skellur. Það fengur ekki 1 stig báðar til fyrstu, eða? 2 stig í fyrstu 2 og svo núna byrjum við með Númer 6, hefur sjómaður reynt við ykkur sjómannaballi? Reymi þá sko, ég lendi því. Já, ég held nefnilega líka í Grindavík eitthvað flip og nei, bara daður já, það er náttúrulega Steinþór, þú mátt ekki ljúga? Ég er ekki að ljúga, sko, ég er 1,77 Þú ert ekki yfir average good looking? Nei, ég er 1,77 hæð og ég er smá overweight og svona, en það er samt klipið mikið í mann og aðalega kallmenn, sko. Sko, það er ekki sama að það sé að daðra við og eitthvað sé að klípi spikið það, sko. Nei. Já. Þú er bara að svara satt og rétt frá og... Já. Nei, reynda, svo er ég ekkert vissum að það er til að vera sjómaður. Nei, ég get ekki gefið mig punkt á það. Ég er að hugsa núna, en ég hef lendið í þessu á sjómannaballi í Grindavík. Ég er ekki vissum að hann hafi verið sjómaður. Hvað er þetta? Það er bara verið einhver forritari mættur á ball með sjómanum. Það er ekki ólíklegt eða? Jó, ég ætla að gefa mig það verið sjómaður. Ég er að hugsa að gefa blöð punkt fyrir þetta. Já, ég get nefnilega það, sko, það hefur verið rétt um mig. En ég, kallmaður, sko, takk fyrir það. En ég get ekki alveg sagt að ég sé sjómaður, sko. En hann var svona sterklegur að sjá, sko. 3-2 á blöð. Númer 7, hefur verið lamin? Lamin, já. Ég fengi eitt gott högg. Málið það er mjög mikilvægt í lífinu að þykja gott högg einu svona á lífsleiðinni. Það gerist mikið á sjómannaböllum, þá eru menn með nefana en svo það bara gleymt. Já, það er það. Hefur þú þegið eitt góðan á kjaftinni? Ég hef verið lamin. Já, hann sagði okkur daginn, hann var 18 ára með réttu. Já, auðvitað, þú varst eitthvað. Það var ekki, hann var kilt úr kjaftinum að þér, rétta. Það er svona pínus sjómannssiður, svona. Já. Það er punktur. Það er bara nokkuð holdt að fá einna kjaftin. Ég held ég hafi verið, sko, ég man ekki þennu sérstöku, en ég var... Sko, hann er alltaf bara að ljúa á sig eitthvað spil. Nei, sko, ég hef einu sem verið í töðunum með Steindar. Nei, málega, ég hef oft verið lamin, skilur við. Oft? Já. Þú lamin einu sinni í viku? Nei, ég var bara, þú veist, ég var alveg einn af þessu gæjum sem var oft með eitthvað að stæla og var lamin, sko. Ok. 3 spurningar eftir, blöður 4-3 yfir. Hefur verið það peppaður fyrir þjóðatíð að þú ákast að hendi eitt hristingum borð í Herjólfi? Það er ekki, það er eitthvað... Ég taka Egil hérna á þetta. Nei, það er engin svo peppað fyrir þjóðatíð. Ég viðurkenni það, ég átti þessa spurning ekki alveg einn. Nei, við heyrðum það alveg, sko. Þetta var bara ógæsleg spurning. Var þetta svona... Riki, akkur þetta með punktakerfið þannig að þú gerir 1 og 0, akkur gerur ekki bara prik þegar maður fær rétt? Segðu kerfið hjá hann. Hvað er það að spila minigólfið? Hann setur 1, 0, 0, 0. Það er að gefa bara prik. En ég veit nákvæmlega hvernig staðan, það er 4-3, sko. Þetta er bara flókið, má ekki bara hafa mitt kerfið. Þetta er flóknasta stigatabla sem ég séð. Kerðu mig bara. Herðu, 2, veistu mun á bakborða og stjórnborða? Já. Hann þarf þá að segja það, sko. Ef hann segist þetta. Ef ég segi þér það,
Þá veist þú það. Það lítið út fyrir að vita. Nei, ok. Bakborðið er aftan á skipinu og hitt er þarna uppi. Já, það er alltaf bara... Það er verið að hlæja. Þú hætti að hlæja eins og sett búin að vera á sjó í 25 ári, ekki? Það er verið að hlæja þér. Því líka önnur þess heimskulegt. Ég hef aldrei heyrt jafn heimskulegt svar. Því miður, þá það ekki rétt. Rikki, þú skítið einhvern veginn á sjó þú varst að veiða þarna fyrir utan fangelsið. Það gerir þig ekki að sjómanni, sko. En því miður, þá er bakborð og stjórnborð ekki framan og aftan á skipið. Því miður. Nei, ok, þá veit ég ekki. Hvað er það? Bakborði, þá beygir til vinstri á skipinu og stjórnborð þá beygir til hægri. Það er talað stjórnborð og bakborð. I was way off. Það er ekki skáð þetta. Síðasta spurning, Steinþór getur jafnað. Hefur ælt borð á skipi? Já. Hversu oft? Nox. Já, ég líka. En þetta er 5-4. Blöð er King of Sea. Til hamingju Blöð. Já, og bara til hamingju með helgina við sjómenn. Já, ég ætla að óska til hamingju Blöð. Vel gert. Takk. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Það er komið karaoke á Tivoli barinn í Smáralind. Bjóðum upp á karaoke í sér útbúnu herbyggi fyrir þinn hóp. Þú getur valið úr 30.000 lögum til að temja rappöndin. Pantaðu tíma í karaoke núna á bókanir@smarativoli.is. Tivoli barinn Smáralind og Pepsi. Skemmtun fyrir alla fjölskylduna og líka hópa. Í tilefni sumarfögnuði Hverfisbarsins verður SS Soul með alvöru sveitaball á Hverfisbarnum laugardaginn 2. júní. Húsið opnar klukkan 23:00 og er frítt inn í boði Viking Léttöl. Hverfisbarinn, SS Soul og Viking Léttöl með þér á alvöru sveitaballi í borginni. Allt svo máturlegt. Kormákur og Skjöldur, Skólavörðustíg og Laugavegi. Við sérhæfum okkur í asískri matagerð, hollur og ljúffengur matur. Vietnamís restaurant Suðlandsbraut 8 og Laugavegi 27. Sími 588 68 68. Létt kálsýrt íslenskt vatn, hreint bragð úr ávöxtum. Náðu þér í náttúru með Aldin vatninu Afa. Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. Velkomin í HR. Sæktu fyrir 5. júní. Háskólinn í Reykjavík. Miklu meira en bara parkett. Parkett og golf. Ármúla 32. Hefur þú smakkað ljúffengu sumardrykkina okkar? Sjáumst á te og kaffi. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12. Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Öddi, Steindi og Gils. Alla föstudaga 4-6 í FM 9. Þið erum að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Ólafsfirði að þessu sinni. Auðun Blöndal heiti ég og sitt hér í, svona brúnu leður sófasetti á félagsheimili og við hliðina með sitja Steindi Junior, a.k.a. Stone Money og Rikki G, a.k.a. Græni Pókin. Við erum í stemningu. Það þarf að taka orðið á honum stundum. Það hafa hræðilegir hlutir gerst á þessu sófasetti held ég. Nei, og maður sér að það er lifað sko. Það er allstað þegar þú ferð út á land, þá eru svona félagsheimili. En ég meina, ætti ekki blöðþátturinn að vera oftar svona í beinn út á landi, það er stemmingin. Já, það er einhvern veginn svona nettu dólgur í okkur og talandu dólg, það er komið að augljósum staðreyndum, drengir. Yes. En Steindi, það sem mikilvægast er augljós spurning í þessu. Já, það er augljós spurning. Það eru 4 augljósa staðreyndir og 1 augljós spurning og ég er búin að vera mjög peppað fyrir þessu, en það eru mjög augljósar og það er þema í dagstráðar. Nú, hvað er þemaði? Það eru allar tengdar sjónum. Það er sjómanhelgi. Sjálfsögð. Það eru tengdar the ocean. Í nógu miklu erfiðleikum með að semja þetta þegar þú hefur allt. Alls ekki. Þetta rann út. Þetta bara koma sjálfur sér. Ég held að þetta hefði tekið svona 2 mínútur. Sko, það sem ég þarf að gera er að Öddi, þú þarft að horfa í augun á mér allan tíman og Rikki, erst þú klár? Ég er klár. Ég veit að þú er gaman að þessu. Við þarfum að fá bettan. Ég þarf að fá bettan upp. Vistu selfriðsbettin? Þegar þú segir Rikki, erst þú klár? Þetta er basically að spyrja hann hvort sem er tilbúin með feikláturinn sinn. Nei, hann er ekkert að feiklæðin þetta. Ertu að feiklæðin? Ég finnst þetta ekki svona fyndið. Ég elska, veistu málið það? Það fær enginn svona þessu. Veistu málið það? Ég finnst þetta svo drepfyndið að bara náttúrulega ég get ekki klætt með á mótnana. Já, hvernig væri bara hægt að skemma dagskrárliðinu og bara horfa í augun á mér og slaka á? Að sun is shining hægt að vera leiðilegur. Já, þá er komið að bettin er komin undir, það er komið að fyrstu augljósi staðreind dagsins og ég veit að hlustendur bíða spenntir, margir búin að leggja bílum og
bíða eftir að heyra fyrstu augljósu staðurinn dagsins. Hún hljóma svona, tilbúin. Já, allir tilbúinir. Yes. Það búa ekki allir sjómenn með hafmeyjum. Þetta gefði mér að þetta var gott. Allt í lagi. Þeir búa bara með konum, sko. Eða köllum. Hvað heldur það að sé bara, já, köllum. Þeir búa bara með maka. Í fyrsta lagi, það er aldrei, sko, það er ekki sannað sér til hafmeyja. Nei. Ég held að sé ekki til hafmeyja. Ef að þessi ein af góðu í dag, þá erum við í vesen. Þá myndi ég bara gera eitthvað annað næstu 3 mínúturnar. Svein þá. En ég, sko, málega það fara bara allir, þú fyrir að sjó, þú gefur heim til, þú fer bara og hittir konuna eða eiginmanninn. Nei, þú ert ekki að fá hafmeyju. Hvað er bara veitt hafmeyju og... Akkurat, þú veitir hann ekkert að byrja með henni. Segðu þú bara á að gamanlega þessu. Djöfull er ég ánægður með þig. Þá er komið að augljósi staðreynd nummer 2. Hún hljómar svona: Toadfish úr Neighbors er ekki fiskur. Hann heitir Ryan Maloney, hann er leikari. Hann er frá Ástralíu. Ég held að þetta er ekki á þema af Tóri. Herru, Tóri er algjör snillingur. Ég er algjör snillingur, þreytasti karakter í sögu. Ekki tala illa Toadfish á minni vakt. Ég hótt á nágrann daginn, ég hef stundum komin heim á þessum tíma. Það hefur ekkert breyst hann. Nei, menn var að tala hvað það var ennþá með Lassiters og Tóri og Löfnæðingur. Ég held að það að vera að fá 50 skall að þáttu. En Toadfish er ekki fiskur. Já, geggjað, rifjum það upp ekki. Hörru, þá er komið að 3. augljósi staðreynd dagsins og þessi er hrikalega skemmtileg. Hún hljómar svona: menn veiða og borða gellur. Og þá er ég ekki að tala um stelpur á B5 heldur fiskin. Ok, ég vil að stoppa hans þarna. Gellur heldur þetta sé feik klátur að reyka. Hann dýrkar þetta. Gellur? Það er ekki fiskur, það er hluti af fisk þarna, you imbecile. Já, ég var að tala um þann hluta. Nei, þú varst ekki að tala, þú varst að tala um fisk. Nei, þeir veiða þann hluta og borða hann. Hélst að gella verið fiskur? Nei, hélst það er ekki verið að borða þér á B5. Það hefur séð ekkert að mann lappir á B5 og borðið einhverja konu. Það er ekki þannig. Það er, þú veist, í besta falli dansar að vera. Ok, ég var að tára. Þá er komið að 4. augljósi staðreynd dagsins og hún hljómar svona: silungar drekka ekki bjór. Hvað veist þú um það? Þið geta ekki strauja kortið, þeir eru ekki með hendur. Strauja kortið? Já, hefur þessi silung fann að bara strauja kortið í bjór. Akkur þetta efast um þetta. Þeir geta alveg drikkið bjór sem er í sjónum þetta sigur. Hefur þú séð, ok, maður spyrja eru þeir með vasa til að vera með veskið bara og... Fattar ekki að bjóri getur verið í sjónum, þannig þeir geta alveg drukkið bjór. Hvað ætlar að strauja fyrir honum? Strauja? Hefur þú séð fisk á bar? Akkur lætur þú svona? Hefur þú séð silung lappin á bar og panta bjór? Það er ekki til. Heldur það sé bara að drekka bjór með að fara inn á bar, strauja kortið og fá þá bjór? Býttu, hvað ætlar að vera eitt af þeim sem veiði fisk og fara að dæla hann bjór? Hæ? Hvað ætlar að gera? Ætlar að hissi beitt sjóbyrting og fara að hendi hann bjór? Ég er að tala um að þeir geta alveg drukkið bjór. Herðu, búin að reykja eftir leiðilegur í sig. Herri, þá er komið að 50. Þú varst mappaður. Nei, alls ekki. Jú, þú varst bara að sjá fyrir þér, þú varst að semja þetta í dag. Já. Í þessu ruggliðinu. Já. Þá sástu fyrir þér silung, lappinn á pub og panta sér bjór. Já, hann er ekki með hendur, sko. Nei, ég það gengur ekki hjá honum. Hann er ekki eins og með, sko, hvernig ætlar að eiga fyrir honum líka. Hann er ekki með laun, hann er fiskur. Hvar vinnur hann? Hann er ekki með vasa fyrir veskið. Ég er búin að ná þér, en þú fattar ekki að silungu getur alveg drukkið bjór ef það er bjór í sjónum. Nei, ég fattaði ekki. Þá komið að næstu spurningu, það komið að auglýstu spurningu. Það er fullt dónarett að blöða sko. Eiginlega dagskáliðin sko. Það er að vað í mig það. Það er alveg búin að taka allt úr mér hérna sko. Þetta hérna finnst mér mjög skemmtilegt. Það er spurning í dag. Ég var nú oft með spurningar í gamla dag. Og það er spurning og ég veit hvað þetta er gaman. Auðun er að hætta eiginlega dagskáliðin. Já, þeir eru ekki með hendur. Get ekki borga bjór. Það er spurning í lokin, augljós spurning og ég er að hugsa í dag, maður sjá, beinin á þig Ötti. Ok. Og þú er að hlusta vel. Horfi yfir það. Og horfa á mig og hver er munurinn á pappaðinum og hval? Já, bara eins og sé eitthvað eitt. Þetta, já, sko... Hvalur er einhver tonn, eða ekki? Jú, ég las það einhvers þar, ég er ekki að leita eftir því. Nei, hvalurinn býr í sjónum.
Já, hann býr í sjónum. En ég ekki að leita eftir því. Hann spendir. Nei, býta hvað ég að skýta Er ekki manneski spendir líka? Já, ég gruna að ég var að skýta ég nenni sig ekki. Ég veit ekki Steindi. Ætlar að gefast upp? Helviti ætlar að gefast upp Stefán. Já, bara kastar hann henglaðinu. Það er verið að veiða hvali en ekki pappa minn. Það er rétt, en ég ekki alveg að leita eftir því. Menn borða hvali en ekki pappa minn, hvað viltu? Nei, sko, pappi þinn hefur aldrei leikið í kvikmynd. Frívillig, þú skilur. Ok, frábært. Þetta voru ekki sturla, þetta voru augljósa staðreyndir. Það styttist hér í sannleikanum að Kontor og fleiri, svona ég var að segja skemmtilega liði. Veitu hvað, pappi rándýr eða? Nei, ég fann hann leið og ég sagði þetta maður, ég veist það, ég er svo vitlaus. Ég á ekki að þykjast vera gáðar en ég á bara þegja þrótt með þessa vitlausu. Skulum fá lag. Taka mig svo byggja að helsa í ráleiki. Held ég, elsku vinir, þið eru að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Búið að margt í gangi og langt frá því að vera búnir og strákar, við erum að fara í Ég er peppa að vera sannleikann að Kontor því við hefum ekki farið í hans ógstlega lengi. Ég veit það, og það er rosalega mikið svona út á landi fílingur, en akkurat núna erum við að fara í myndir fyrir cash og það er Richard sem ætlar að sjá þann dagskvöld í dag og ég býð spenntur. Mér? Það er ekki G-blettur maður, góð með það. G-bletturinn, er það nýtt? Nei, það er reyndar eldgamalt og leðilegt. Það? Ég er með 3 spurningar, mjög einfalt. Rikki getur allt með dagskrárliðin myndir fyrir cash. Eru þið ekki að fara að skemmta örugglega um helgina? Jésús, er fólk að borga sinna? Vil G-blettur að koma með í þetta örugglega? Nei, alls ekki. Þetta er svona pínlítið, svona að því að það er sjómannahelgi, þá er þetta svona pínu svona sjóþema í myndir fyrir cash. Það er að leika okkur svolítið með það þema, þessi sjómannahelgi. Já, klálega. Númer 1. Myndirðu synda frá Reykjavíkurhöfn og út í Viðey fyrir 2 milljónir í beinhörðum peningum? Hann átt að tala eftir skatt. Nei, bara í beinhörðum, já. Þú veist bara að fara þetta beint í vasan. Já. Hvað er þetta löng vegalengd? Sko, frá Skarfarsbakka eitthvað, er þetta eitthvað 900 metrar, þú ert komin í Reykjavíkurhöfn, þá er þetta eitthvað kílómetrar. Ég gæti það ekki. Þú gæti það, ég meina að fólk gerir þetta, sko. Sko, ég á erfitt með að synda við sundlög. Já, ég get ekki synda við sundlög. sundlög. Ertu ekki syndur, eða? Jú, ég er alveg synd, ég bjarga mér, sko. Já, ég blanda saman, sko. Þú myndir ekki bjarga fyrir 2 milljónir, hana, þú veist, á þessum tíma. Sko, ég blanda saman bringusund og skriðsund. Ég er ekki að tala um að gera þetta í nóvember eða desember, ég er bara að tala um bara núna, sko. Já, ég syndi hundasund, sko. Já, það er ekki tímabili sem ég hef áhyggjur, ég held ég gæti það ekki. Nei. Þú getur það ekki. Já, ég meina, þú veist, ég er eins og Steindi, ég ætla ekki að vera leiðilegur við þig. Þú kemist náttúrulega ekki út fyrir Hafnarbakkann, sko. Nei, ég get það ekki. Eins og ég segi, ég syndi hundasund. Ég blanda baksundi, bringusundi og skriðsundi saman. En það er alltaf bara auðveldast að synda bringusund. Þú ert minnst þreyttur. Ég held að sé alveg dæmi hversu lélegu sundmaður ég er að við kepptum eins og í sundmóti í 70 mínútum og það fór á best of diskina því að ég varð með til skammar. Þannig að nei, ég er ekki að fara að syndi við þig. Ekki gefið 2 milljónir fyrir það? Ég get það ekki. Nei, ég meina, ef maður myndi ekki, ef maður gæti það ekki, þú veist, ef maður myndi klikka á fyrirlegin, deyr maður eða? Já, er eitthvað sem reyna að bjarga manni? Já, ég veist þú að það bara, ég myndi reyna. Þú myndi reyna það? Já, alltaf. Númer 2. Myndirðu henda þér í sjóin, heitan sjó í Ástralíu í 5 mínútur, en á stað sem er þekktur fyrir hákarla fyrir 2 milljónir? Fyrir 2 milljónir? Ertu eitthvað rugglaður? Það fara að setja sömu upp á það og synda út í Viðey. En þú ert ekki að synda neitt þar, þú ert bara að vera í sjónum í 5 mínútur. Nei, bara já, ég hættu að vera étinn. Hákallar ég vilt éta ekki neitt nema að sé blóð eitthvað svolítið. Þú veist, þegar hákallar býta mannfólk þá það vilt að slist. Það er alveg ótrúlega hvað þú þykist vita sjó og allt sem honum tengist. Nei, ég bara horfði á þetta á Animal Planet þegar það glæpur það. Er ekki lítur á þessu sjómann eða? Nei, það er ekkert sjómar, ég bara veit að hákallar fari ekki fólk nema að fyrir slistni. And the Great White. Já, Great White fyrir beintið, sko. Hann fyrir beintið, sko, hann er ekkert að spyrja hvort þú sért eitthvað rast. En ég með þetta er bara 5 mínútur, það er ekkert víst að þér séu þarna. Myndið þið taka sensin á þessu? Nei, ég myndi ekki þóra. Ekki fyrir 2 í bara beint í vasan? Hversu langt út í þetta var? Þetta er gott tímaköp. Já, ég átti að með alveg þýr ekki, þetta er fínasta tímakaup, það er alveg horrið til þér. Hversu langt þarf það að fara? Ekkert langt, þú ert bara að hoppa út í sjó, þú getur bara verið þar, þú ert ekki að fara neitt, þú ert bara að vera í sjónum í 5 mínútur. Hopp út í hann, þú fer ekkert bara út ekkert á ströndir og hleypur 20 metr út í því Nei, bara ferðu á okkur bát. Já, hann er að tala það sem er eitthvað þekkt hákallasvæði. Nei, þetta er vitleysa, þetta er alltaf nei. Já, ég myndi segja nei. Þetta er nei. Alltaf. Þú fer ekkert að hætta lífinu fyrir 2 milljónir. Þetta er minn bara mesti ótti, sko. Fyrir mánaðarlaunin að stenda?
Herru, næsta. Spurningur nummer 3. Var það svona fyndið og fórst bara í mútur, eða? Myndirðu vinna sem háseti á sjó í 1 ár á risatogara án þess að koma í land? Þegar þú kæmir í land þá fengir 50 milljónir í eingreiðslu. Viltu segja þetta eftir? Vera á sjó í 1 ár án þess að fara í land. Það er bara sjór fyrir 50 kúlur. Fyrir 50 kúlur eingreiðsla. Ég sko málega, þetta er mjög erfitt. Myndi maður höndla. Þetta er hrikalega erfitt, en án þess að fara í land. En þetta er aftur á móti risatorið, þannig að það er gymmatna, það er sjónvarp og þú veist, það er aftreng og þú veist. Já. Þú veist, þeir eru bara að vinna velna vinnudag. Ég gæti það, ég held ég ruglaður. Segð mér það. Er það? Ég held þetta geti líka verið smá svona bara, svo veist. Ég talaði við Ben og Fanna þegar þeir fóru, hvað voru þeir í 2 mánuði eitthvað? 1 mánuði? Já. Þeir voru bara ruglaður, sko, án gríns. Þá ættir, hvað, 11 mánuði eftir? Nei. Jú, þeir voru 1 mánuði, ekki? Heldur að það sé erfiðar að vera sjómaður en Auðun Blöndal í dag? Er þetta eitthvað rugl? Ég veit að það er líkamlega erfiðara, en heldur að það sé erfiðar að vinna? En strákar, þið vitið það, þið eru samt ekki á okkur. Vinna þín er mjög andleg. Þið eru samt ekki á dalli, þið eru með netið og þú veist, þið er basically bara svo að búa í bænum. Ég ætla bara að vera hreinskili, ég gæti það ekki, segð mér það. 50 milljónir í eingreiðslu. Ok, ég myndi reyna það. Mætti ég það bara að gefast upp? Nei, og við erum að klára það. Þá bara annarkvort hendur þér í sjóin eða ekki. Jú, veistu það, fuck it. Maður tækja á sig. Já, alla það. Ég myndi alltaf gera það. Já, ég er að hugsa þetta núna betur. Ég myndi gera það. Málið er það eru ekki margir sjómenn sem fari í árstúr. Þetta er hræðilegu tími fyrir alla hina hérna á áhöfninni. Já. Því að þeir værið með eitt sköllóttan ræfil hérna með sér í 1 ár. En þeir þurftu bara að taka það á kassa. Þú veist sennilega æla fyrsta mánuðin. Það eru margir sjómenn sem fara út í hálft ár, sko. Það er með ykkur stoppum. Og ég fór að hugsa það eins betur og auðvitað myndum að gera þetta. Þetta var myndur fyrir Kess og bara hans er skemmtilegt í dag. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Sumarfögnuður Hverfisbarsins. Föstudagurinn 1. júní, Valdimar. Laugardagur 2. júní, SS Soul. Frýttinn alla helgina í boði Víking, Léttöl. Sjáumst á Hverfisbarnum. Háskólinn á Akureyri er eini háskólinn á Íslandi sem býður upp á nám í fjölmiðlafræði til BA-prófs. Þú lærir miðlun efnis í dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi og samfélagsmiðlum. Kynntu þér fjölmiðlafræði á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Komdu með börnin í Bauluna Borgarfirði. Frábært útisvæði og næg bílastæði. Baulan Borgarfirði. Við fögnum því að hafa sérmerkt fatnað og auglýsingavörur í 25 ár. Skoðaðu litríkt úrval og fáðu tilboð á bros.is. Bros auglýsingavörur. Ívar Guðmunds hér. Ég hélt ég kæmist aldrei í betra form en svo kynntist ég Walk On. Walk On, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Flugvirkjanám til framtíðar. Flugvirkjanám Keilis er alþjóðlegt nám með mikla starfsmöguleika. Nánari upplýsingar á keilir.net. Gæði og glæsileiki. Endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Við erum að landa 36 milljónum í pottinum sjómannadagshelgina. Lotto, leikurinn okkar. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Ég vil fentur, neglum ellu hérna upp á hellu. Já, það er bara ein regla víst í þessu lífi, það er að negla. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blö. Hér á FM 957, það er föstudagur, það er komin júní. 1. júní, sjómannahelgin er framundan og við strákarnir í beinni útsendingu hér frá Ólafsfirði og í góðum gír. Heldur betur og ég er að nýta tækifærið fyrsta gilsarinn heima í Reykjavík og fara í sturlaða staðrendir eða hrossaskítur. Já, ég er endar a big fan. Já, það er sem ég kann að meta. Það er líka ágætt að sé ekki þetta, ég er þreyttur að tapa mótunum. Það er ekki, ég er að fara að jæða þig. En hvernig er þetta hjá þér? Þú semst með, það er ein sem er kjaftaði. Já, það er ein sem er kjaftaði og hina 4 eru sturlar staðrendir. Og ég vona að hlustendur heima, sem sitja heima að spila eða eru bara í bílunum sínum. Eru ekki að fara í sturlaðar á hrossaskítur? Jú.
Ég er að vona að þau giski líka hvað sé hrossaskíturinn. Hlustendur. Já. Það sé ekki bara þið að keppa. Ég held að það væri bara sturlaða staðreyndir. Já, þetta er sturlaða staðreyndir hrossaskítur. Það er ein sem er, já þú meina, það er bara eina sem er kjaftaði. Því að það verið með annan dagskráli sem heitir. Það er þetta rétt. Já. Það er rétt hjá Steinda. Herðu, eru þið tilbúnir? Við erum klárir. Og les ég 5 sturlaða staðreyndir og eina er kjaftaði. Anatítafóbía er hræðsla við að einhver staðar sé önd að fylgjast með þér. Sko, ok, það er steikt. Málið það, ég er mjög hrættur við þetta reglulega. Það sé önd að fylgjast með mér. Lítu út á gluggan. Já, það eru 2 endur á það. Ég er ekki bara í tjörninu fyrir ég var að horfa á það eru 2 endur beint á bakum. Hvað sagði þið? Anatítafóbía er hræðsla við einhver stað sé alltaf önd að fylgjast með þér. Þetta er hræðileg fóbía. Sko, blöður ekki það greindur til þess að geta komið þetta. Já, hann getur búið til nafni á fóbíunni. Nei, það er ekki séns. Þetta lítur á rétt. Þetta lítur að leiðinda fóbía. Þetta getur alltaf ekki verið gott. En ég meina, en þá ætlar bara að fara með krakkar að gefa öndunum brauð. Nei, þú ert að miskilja fóbíuna. Þetta er basically bara þú ert að labba með krakkanum í Smáralind og þú heldur þessu önd að fylgjast með þér. Já, ég skil, þú ert náttúrulega ekki trættu veðar en eitt annað, þú heldur alltaf hún sé hana. Nei, þú ert ekki trættu veðar. Þú ert ekki trættu veðar. Ég skil, ok. Það er ekki Kári Stefánsinni sem sitt á móti mér hérna. Ok, þetta er mjög interesting sko. Já. Ég held að sé rétt. Svo er það næsta. Ríkt fólk í Rússlandi pantar fake sjúkrabíla til að losna við traffík. Það eru sófar og sjónvörp aftur í og já, þeir setja sírenur í gang þegar þess þarf. Þetta hljóma er eins mesta bullshit sem ég heirt á æfum. Sko málega er þetta náttúrulega bara gamla góða die-hard trikkið. Spáði luxus. Já, þegar Bruce Willis og Smoothly Hanta sjúkrabíla sem fara þá með sírennar og losna við traffíkina. Já, mannst ekki eftir die-hard 3. Mannst eftir die-hard 3 eða ekki, þú hefur séð hana. Bruce Willis, það er bíómynd Steindór. Þeir gerðu þetta. Basically þeir þurftu að komast frá A til B. Þeir hringdu bara sjúkrabíl, tilkynntu slys og eftir. Nei, ég trúi þess ekki. Þetta er 100% rétt. Þetta gengur ekki allt út á það að bara reyna að fatta hvað er kjafta. Já, ok. Einhvað þessu er satt. Já, fyrir gefðum það, rólur. Dísa eitthvað, kíla með þetta. Þú er bara svo miklu keppniskap. Já, ég er í keppni, ég ætla ekki að tapa þessu, sko. Kvöld er ekkert ónýtt að tapa, sko. Nei. 70% fólks hallar hausnum til hægri þegar það kissir. Ok, nú ætla ég Þetta er rámt. Aðeins, já. Nú, getur þú ekki verið einað sem 30%? Trúðu mér, þú ert ekki eins og allir hinnir ekki. Nei, Reyna það in a good way. Mjög góða punktur. Mér finnst eins og ég hallar hausnum til vinstri. Ég er svona vinstri kall held ég. Báðir vinstri? Ég var að prófa það. Já, maður sjá, þið verður að fara að kissast. Nei, veistu hvað? Ég er ekkert að segja okkur að kissast. Nei, veistu það ekki, farðu frá mér núna. Veistu hvað, ég held að sko Ég skal gera það ekki, maður sjá hans. Maður sjá. Ég fætti vinstri. Herru, veitu hvað stakar? Sko, þetta er líka fer eftir bara hvernig þú situr. En þú situr hægra megin við mannskjuna eða vinstra megin ætlar þú að standa upp og þú veist, þú bara Væntanlega að vera að tala bara þú eru að móti hvort öðru. Já, mjög góð punktur. Ég myndi segja að vera hægri kall. Hægri? Já. Liggur þið til hægri eða vinstri? Ég var að fatta þetta núna. Græni pókin alltaf lengi að fatta þetta. Hætt að kalla mig græni pókin. Ángríns. Þetta var það. Þú þekktu fyrir það. Næst síðast að fólk með vondan fatasmekk er oftast þyngra heldur en hinn meðalmaður. Þetta get ég tekið undir strax. Ég sko á mínu heimil er ég kallað tísku terroristinn. Ég held samt þú sést með betri fatasmekk en minn maður en það er ekki. Nei, það er ekki rétt. Það er ekki bara hann er bara í einhvern svona, þú ert í einhvern bara svona kólaportspólum sem er yfirleitt svona 2 númerum á stóra því þú vilt ekki lúkka feitur. Ekki reyna að vera leiðilegur sko. Þetta var hræðileg móðgun sem þú varst að segja. Ég er ekki að vera leiðilegur en þú ert bara í svona kólaportspólum 2 númerum á stórum til að fela gott feitur. Ég er ekki að vera leiðilegur. Þú segir þetta 13 sem við viðbútið við Steinda á feran. Á feran, já. Já, ég hugsa þetta að sé, þetta er pottið rétt. Að því sko, oft er maður svona, Steindi, við tengjum þetta, við erum svona kannski ekkert alveg svona, úst, maður vill ekkert, maður er svona meira að finna föt bara svona henda manni, ekki kannski þau flottustu. Er það ekki? Þið tala eins og það er ekkert að þyngdina á okkur. Sko, þú talar eins og við séum sumoglimmer, við erum bara með smá bumbu. Farðu bara að köptu föt og taktu bara langt. Þetta er bara bullandi minnumáttakendri ekki. Sko, málið það. Ég sé rétt samt. Sko, ég sé því í fötum ekki, sem að ég held bara að flestir Íslendingar myndi ekki klæða sig í myrkri, sko. Þú það er ekki með samsetningar sem að, var þetta nöðsynlegt? Nei, þá er ég að tala nei, núna, þú ert búin að taka á.
Ég ekki að renna á leðlunum. Ég sé myndir þar á Facebookinu sem að bara eins og sér það leðlunum. En málega það, sko, það ekki nóg að kaupa sér bara nýja ból og vera svo í smellujökkinbuxum og í leði það þarf einhvern veginn alltaf... Nei, ekkert endilega. Þetta þarf bara svona alltaf þetta þarf að fungera saman. Steindi ekki samt tala eins og sett Gucci, sko. Bara guðanabænum, gerða það fyrir mig. En ég, sko, já, þetta er svolítið interesting, sko. Það var að síðasta. Það eru Uber-þyrlur á Dubai. Þegar það panta Uber, þá er það þyrlur. Einmitt. Það er náttúrulega... How ballin. Það er náttúrulega meikar engan senn, sko. How ballin. Hvað er þetta? Þvílíkur ballin. Hvað er þetta að tala um? Það getur... Að þú panti bara random þyrlumann? Nei, þá ertu bara með Uber, fer bara inn og þyrlu. Og það geta bara allir flogið þyrlu? Nei, þá er það væntanlega þeir sem eru þyrlugaurar eða þyrlukonur og eru á þyrlum koma og pikka þig, vitleysingurinn. Sko, málið það. Þyrlu Uber. Meist Rússland líklara. Með sjúkrabílinn, fake sjúkrabílinn. Já, ég er svona, já. Næja, ok. Þannig að það komið. Nei, að fara bara svona stutt recap. Já, anatítafóbía er hræðsla við að einhvers staðar sé öndafylgjast með. Ríkt fólk í Rússlandi panta fake sjúkrabíl til að losna við trafík. 70% fólks hallar hausnum til hægri þegar það kissir. Fólk með vondan fatasmekk fitnar meira og svo er það eru Uber þyrlur á Dubai. Hvað ætlar þú að segja, Steinþór? Ég er að hugsa um að segja Ég er að hugsa um að segja kossin eða öndina. Ég held þetta Uber. Ég það svar. Spurning hvað þið segir hlustendur. Ok, ég ætla að halda mig. Ég ætla að segja ég ætla að taka, það er öndin. Öndin. Minn maður er það vel lesin. Ég er aðeins á þungur og ég er ekki þekktur fyrir að neitt tískukúri. Ég ætla að segja að tískudæmið og fitna sé kjaftaði. Það er hárrétt hjá Rikka. Ég þekki hennar manna það svo vel. Já, vondur fatasmekkur hefur ekkert með þing þína að gera. Það er svona, fannst mér líka skrítið þegar Rikki var að tala um að velja fötu sín eitthvað sérstaklega. En fannst þér ekkert skrítið að var að segja að ég var alltaf í bólum frá kólaportunum til að fela hvað ég var ógíslega feitur og ógíslegur? Ég er ekki náttúrulega leiðilegur Steinþór, sko, en þú gerir það, sko. En hei, svona miðað við frétti dagsins að þá er Steindi ekkert að kaupa sér bóli í kólaportunum. Nei, er þetta mjög góð punkt? Fálag, sikkaður leiðilegur. Hér á FM 957, það er föstudagurinn 1. júní, þetta er fljótt að líða, það er komið júní, styttist í HM 16 dagar í fyrsta leik Íslands. Vá, það er rosalegt og ég verð... Já, 15 eða ekki. Já, og ég verð á vellinum og ég get ekki beðið. Já, það er Ísland-Argentína og já, ég er hún vel peppaður en það er einn maður sem er ekki með okkur hér í stúdíónu í dag, eða stúdíónu, við erum hérna stattir... Í félagsheimili, sko. Já, það er Egill Einarsson en ég held að hann sé á línunni. Gilsi, ertu þarna? Hvernig er staðan? Hvernig er staðan? Hún er góð. Við getum ekki verið betri. Já. Hvernig er andinn? Það er bara fínt nema ég sé að ég er að fylgjast með ykkur á snappinu. Þið eru í betra veður en ég hérna í bænum. Já, ok, ég fekk fylgjan skít á hann fyrir að segja að það var ekki gott veður í bænum. Það er sæmilegt. Það er ekki svo sæmilegt. Sko. Það er bongo hér. Sko. Það er þryggjast af að það er þetta. Rikki voru mökkaði strax. Nei, Rikki er ferskum. Hann er búin að helli við græður hérna, það er allt í rugli honum. Það er leiðilegt að vera ekki með ykkur þetta er veistlega að vera með hverju ári. Já, við söknum þér mikið og ástæðan fyrir að hringja er ekki bara heiðir, heldur líka þú varst að setja inn stór furðulegan status hérna á Facebook síðuna hérna og hann tengist HM og þú verður að segja okkur frá þessu. Varst þú að fatta upp á vikingaklappinu eða hvað er að gerast? Ég bjóð það til. Akkur eftir að beðið allir að senda þér vikingaklapp? Ég er með koncept, Steinþór. Já, hvað er konceptið? I got a concept. Okay, hvað er það? Ok, nú er ég að fara reglulega og styðja landsliði þegar á leiki og peppa á. Og þeir peppast ég vel mjög vel þegar böðum ekki mætur á leiki. Það peppar á vel upp. Enni við keiri bara í pepp myndband. How do you like that? Hvernig hljóma það? Rosa. Já, og einnig mjög furðulega ertu bara, allar bara hendi í random pepp myndbanda því að þú skelliði stundum á landsleiki. Varst að kaupa þér einhverja klippigræður eða? Sko, þetta er aðeins stærra en ég get bara ekki farið í alla dítil núna en orðað bara þannig að sko, þú vilt vera í þessu myndbandi með möðugjanum að taka klappið. Þess vegna ég byrja góðina, sko ég er ekki byrjum ég er bara einu sem ég byrjum og bara takið stutt vídeo þar, ég er ekki beðið um einhver frábær gæði, bara eitt klapp, eitt hú, að geta ekki 4 sekundur, ég byrði ekki meira, sendir á mig og þá ertu komin í þetta
myndband og stiður strákana og bakkar vídeo hjá öðingjanum, þannig að þetta er doppul góðverk. Veitu hvað, ertu að leita fólki á öllum aldri bara í það? Já, basically bara, þú veist, 1 árs upp í 100 ára, alla. Og hvert áttu að senda það? Ég segi það á Facebook síðan, ég sett á Instagram líka. Ég þarf að virkja þjóðin þarf að hólka sig núna. Það þurfum að vera dætt í smá HM-gýr. Er það ekki? Já, það eru 16 dagar í leik. Ég get ekki gefið ómikið upp ennþá, ég mun útskýra nánar hvað okkur fannst þetta bara svo furðulegur status. Já, þannig að fólk sem sendi er allavega eitt hú, það er ekki að fara að lenda á okkur vafasömu síðum. Þetta er eitthvað good shit í gangi. Þetta er ekki með vafasömu síður. Ég gat bara ekki gefið ómikið upp, sko, því þetta er ennþá classified. Já, ok. En ég þarf aðstoð frá þjóðinu samt. Já, þannig að það er bara, fólk sér þetta inn á Facebook síðan. Til hann ekki banna sætti, þennan. Já, takk húnur. Herðu, við hvetjum þjóðina til þess að það er búið að bögn í allan dag. Þú sért ekki í þættunum, Egill. Því að Steindir alltaf, hætt að minnast á þetta. Þetta er að hvað kjæft það er. Já, herðu, við byrjum. Nennur að vera næstir að þú ert með okkur, nennur að vera king of baller aftur. Herðu, en allavega, Egill. Sko strákar, næsta föstudag þá get ég sagt þjóðinni nákvæmlega hvað er þetta. Ég get bara ekki vílað alveg strax, ok? Já, en akkurat núna er Egill að biðja kraft þjóðarinnar, fá vídeo send, það er hópefli. Og þetta kemur alltaf ljós. Þetta hætt við eitthvað staðar, taktu bara húi og sendu ekki svona, það er ég er að fara að senda það mitt eftir 2 mínútur, sko. I like that. Já, ég meina, með vísisfyrirtina þá ertum við einhvern geggja myndatökumann og þvílíkt á bakvið. Sko, maður eiga eitt gott ár, vil ekki bara skála fyrir því. Við ætlum að fara í auglýsingar, við skuldum auglýsingar, við tekum að það reynd. Bye. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Í tilefni sumarfögnuði Hverfisbarsins verður SS Soul með alvöru sveitaball á Hverfisbarnum laugardaginn 2. júní. Húsið opnar klukkan 23:00 og er frítt inn í boði Viking Léttöl. Hverfisbarinn, SS Soul og Viking Léttöl með þér á alvöru sveitaballi í borginni. Lucasfilm kynnir. Han Solo er mættur. Ekki missa af sumarmyndinni í ár. Solo, a Star Wars story. Komin í bíó. Fáðu frelsi til að móta nám eftir áhugasviði. Landbúnaðarháskóli Íslands býður upp á fjölbreyttar námsleiðir sem gefa þér tækifæri á að sameina náttúrubarnið og sköpunargáfuna. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Komdu bragðleikunum á bragðið. Serrano. Fresh, happy, max. Léttöl kynnis, tónlistarhátíð Kótiletturnar helgina 8. til 9. júní. Jói P. og Króli, Topmóbíl, DJ Siggi Hlöð, Steppi Hilmars, Rökkva og fleiri. Tryggðu þér miða á tix.is. Léttkólsýrt íslenskt vatn, hreint bragð úr ávöxtum. Náðu þér í náttúru með Aldin vatninu Ava. Hraði, spenna og frábær fótbolti í Inkasso-deildinni í sumar. Komdu á völlin. Inkasso. Vitamix blandarar eiga sér enga jafningja. Vilja alla klaka ávöxt og grænmeti. Blandaðu með Vitamix. Kælitæknin.is. Núna eru öll sumarblómin á 20% afslætti. Bíkó. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. 95 Blö hér á FM 957. Klukkan er kortir í 6 á þessum yndislega föstudegi. Heyrðum í Gilsánum maðan, hann sagði hann að var svona ágætisveður í bænum. Það er bóngóblíða fyrir norðan. Hlýtur að vera betra hérna. Hann er að bralla eitthvað stórfurðulegt vídeo, var að biðja hlustendur að senda á sig þarna einhverja vídeoklippur og við mælum með því að fólk gerir það. Já, ég vil líka minna fólk á að með Ísland er á Ólafsfirði í kvöld, ef þú ert á Norðurlandinu. Já, þú gæti náðum ef þú sko florar hann frá Reykjavík, eða ekki? Hvað ertu ekki að gera? Það er tæft. Já, ekki vera... Það er ekkert hvetja fólk til að vera flóra bílum. Og hækka sektir frá 1. maí, sko. Ég skil, en ef þú ert hérna í nágrunnu þá ættir þú endilega að henda hérna yfir, en þeir eru hérna í kvöld og margt að
gerast þetta Þeir kunna þetta Ólafsfirði þegar kemur að sjómannahelginni. Það er bara þannig. En það hins vegar komið tími á dagskrárlið sem er bara þegar við erum staddir út á landi. Hann heitir Sannleikan eða Kontor. Fyrsta skipti á ævinni sem ég fyrir í þetta. Akkurat. Þetta er mjög spennandi fyrir þig. Já, þetta er einmitt og svo ætlum við að henda þér í ABC Rikki og eftir og 1 mínúti í helvíti. Þú og auðvitað 2 upp í bústað. Nei, ég er bara feskur. Það verður gaman að teka það upp og eftir. Já, það verður stuð í alla nótt. En við ætlum að byrja á Sannleikan og Kontor. Rikki, þú er aldrei farið í þetta. Ég skal svona sína hvernig þetta virkar. Það sem er steiktasta við þetta er að hann hefur aldrei farið í þetta í þættinum. Hann hefur bara aldrei farið í Sannleikan og Kontor ever. Ok, þá skal ég bara ég skal spyrja þig, þá sér ekki hvernig það virkar. Þannig að þú spyr mig. Ég skal bara spyrja þig. Hvað spyr ég þá? Þú spyr þá Rikka og Rikki spyr mig. Já, ok, taka bara hringin í það. Ok. Þú segir Sannleikan eða Kontor? Akkurat, Sannleikan eða Kontor. Það var líka til sko eins og Sannleikan, Kontor eða prósenta. Manstu þetta því? Já, ég manni því. Ok, við förum bara í Sannleikan eða Kontor, Sannleikan eða Kontor. Rikki bara hringsnúast á hann um Guðanabænum ekki flækja þetta fyrir mér. Nei, ok, Sannleikan eða Kontor, ég er bara alltaf Sannleikan. Sannleikan. Líka hlustundum. Já. Myndur þú segja að Auðun Blöndal væri á lausu í dag? Ja, svona, nú erum við út á landi og við erum með ekki verið að hugsa um mikrofóna Nei, ég vildi ekki segja að ég var á lausu. Þvílík veð Nei, það er ekkert að ræða þetta. Rikki, Sannleikan eða Kontor? Veitu hvað, skipt ekki í þig? Rikki, varst þú ekki svo bara að fara inn að leik? Ég held að vera laus. Ok. Sannleikan eða Kontor, Rikki? Ég vil ekki fá þetta óþægilega spurningu svo blöð fekk. Akkur heldur að mamma hans sé hérna út í bíl? Heldur hún sé bara að koma hérna til að fylgjast með þér, eða? Þú ert ennþá að fá greitt fyrir að skemmta. Mér finnst ótrúlega þessi menn fá greitt fyrir þetta. Ég er að klína mér inn í þetta. Ég var ekki að segja neitt. Þú ert jafn áfindin. Rikki, Sannleikan eða Kontor? Þú verður að segja hana hvort. Ég nenni ekki að fá okkur óþægilega spurningu. Ég veit hvað þetta ætlar að spyrja. Málið það. Nei, málið það. Ég get gert allt. Ég ætla bara að segja Kontor er basically að manna. Já, miklu skemmtilega að segja Sannleikan. Nei, ég ætla samt að taka þetta Kontor. Hendi eitt Sannleikan? Nei, ég man að þetta segja Sannleikan. Það er skemmtilega, Rikki. Já, ég veit alltaf þið hafið bara ef þú segir Kontor, þá má ég biðja um að gera hvað sem er, þú veist það? Já. Þú segir Kontor? Kontor, já. Ertu brjálaður? Þá bara, já, ég með þess að veit hvað ætlar það að gera. Sérðu hérna, lítu út gluggann. Sérðu tjöttinni hana? Já. Farðu á brókinni hana. Nei. Jú, akkurat í skýta tjöttinni hana? Já. Það sem endurnar eru. Nei, get ég fengið að breyta? Þess með þetta gaman skita, það er nú ekki það gott við ennþá Ólafsfirði. Það er komið skýja. Ég opna FM 95 blöðsnappi og ég fer með þér út. Þannig að þá getur fólk séð bara hvað Rikki, þú sagði Kontor, þú verður að standa við það. Nei, þú verður að standa við það. Getur, hvað þarf ég að gera? Þarf ég að fara á brókinni hann úti. Úti í tjörnina hana? Ok, ég vil gera bara strax. Förum bara beint núna. Jú, bara beint núna. Já, það er hérna beintin á FM 95 blöðsnappið. Já, það er bara núna. Herru, hérna, bara setja á eitt lag frá okkur, ég ætla að henda þessu á snappið. Aron Kahn, sonu minn, ætlar að taka síðasta lagi þessum þætti. Strákarnir voru að fara út til þess að, klára þessa Kontor áskorun. Ég er að horfa þetta út á gluggann og ég veit ekki hvað ég er að horfa og þið getið eftirlega kíkt líka á Instagram mitt og sjáu þið hvernig ég er að horfa og upplifa þetta. Þetta er náttúrulega algjörlega út í hött, en Rikki var að henda sér út í einhvern skítugasta andapott sem ég séð á ævi minni með berum augum. Ég hljóp tilbaka. Djöfull eftir góðu formi, maður. Hann er ennþá sko, hann er að frjósa. Hvað er að gerast þetta? Hann hendis, sko, ég held að vera að tala um að vaða úti bara upp á hnjám. Já, ég verð að gefa Rikka. Hann er grjótharður. Hann hendis sér á kap. Ég bara trú ekki að hann hafi gert þetta. Þetta er bara svo tjörnin heima. Bara allt í andaskít og viðbjóð. Góður áhörðu, þið getur hendi ykkur inn á FM 95. Já, hlustendur FM 95 blöð snappið til þess að horfa á þetta. Þetta var því líka steipan. En klukkan á hann 5 minútur í 6. Það er bara komið að lokum í okkur. Komið að lokum, því miður. Við náðum ekki að klára alla dagskránina. Það er bara pökkuð dagskrán. Við ætlum að fara í hver er líklegastur og ég veit ekki hvað, gifta, sofa og drepa og við verðum bara að geyma það, þannig kemur Rikki. Við verðum mættir næsta föstudag og þá verður Gilsarinn með okkur. Rikki var að koma þetta inn, allir skjálfandi. Endilega kíkja á snappa okkur og fylgist með það er í kvöld líka að byrja með þér á Ólafsfirði Akureyri. Þá ætlum við að vera með pubquizinn í höllinni og ef við erum í bænum og þá veit ég að Valdimar er á hverfispartinu í kvöld og svo er SS Soul að spila þar annað kvöld. Því líka próf Rándýrt. Þetta er aðeinslega, takk aðeinslega fyrir okkur og góða helgi, elsku vinir. Þú ert að hlusta á FM
FM 95 Blö á FM 957. Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar helgina 8. til 10. júní á Selfossi. Glæsileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Villi vísindamaður, Jói P. og Króli, Íþróttaálfurinn og Solla Styrða, Sirkus Íslands, Brúðubíllinn, Sprell, Tífóli og fleira. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotilettan.is. Líftækni við Háskólann á Akureyri býður upp á 2 megin áherslusvið, auðlindalíftækni eða heilbrigðislíftækni. Hefur þú áhuga á náttúruvísindum og þorir að hugsa út fyrir boxið? Kynntu þér málið á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Við prentum fána, límmiða og skilti. Gefðu hugmyndum þínum vængi hjá okkur. Fjölprent. Það fátt betra en góður og dúnmjúkur koddi eftir erfiðan og langan dag. Þú grípur með þér nýja og nýbakaða kleinukodda í næstu verslun. Gæðabakstur síðan 1993. Við þrífum lítil sem stór fyrirtæki. Fáðu tilboð. Þú hreinlega getur ekki sleppt í. Hreinsi.is sími 564 6005. Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi. FM 95 Blö á FM 957.